Ég segi þennan fund bæjarstjórnar Fljótsdalshéraðs settan. Það er 311. fundur bæjarstjórnar. Hann er haldinn 1. apríl. Það hefur engin áhrif á gildi hans, hann er jafn alvarlegur fyrir vikið og þetta er fyrsti fundur bæjarstjórnar sem haldinn er að fullu í fjarfundi. Fyrir fundinum liggja nú alls 8 dagskrármál og við munum ganga til fyrsta máls á dagskrá, en það er fundargerð bæjarráðs Fljótsdalshéraðs frá 507. fundi bæjarráðs og það er Anna Alexandersdóttir bæjarfulltrúi sem tekur til máls. Já, forseti og góðir fundamenn. Það er 507. fundur bæjarráðs Fljótsdalshéraðs sem haldinn var 23. mars síðastliðinn. Fundargerð
áhugavert, ekki bara fyrir okkur, heldur fyrir önnur sveitarfélög sem eru að huga að sameiningum núna að það er svolítið tekið út hvernig þetta nýja fyrirkomulag getur gengið og ég hefði nú vilja hvetja þá sem ég veit eiginlega ekki hvort það er undirbúningsstjórnin sem geti tekið þetta til skoðunar að mér sýnist nú þó að þetta þurfa að vera frá einhverju einu ákveðnu sveitarfélagi en ég held að þetta væri mjög gaman ef að væri hægt að óska eftir styrk úr þessum sjóði og fara í slíka rannsókn samhliða því að við erum að setja þetta nýja sveitarfélag á stað. Ég held að þetta geti verið mjög áhugavert svona til framtíðar. Þeirra var það nú ekki. Björg Björnsdóttir bæjarfulltrúi hefur lokið máli sínu og Björn Ingimarsson bæjarstjóri hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel. Já, forseti og góðir fundarmenn. Það er þessi fyrirspurn frá bæjarfulltrúum Björg Björns að það er alveg rétt að Eiríksson sagði, hún spurði að þessu síðast og ég bar þetta síðan upp á næsta fundi aðgerðarstjórnar og þar kom fram, bara líkt og kom fram hjá þríeykinu í dag og sem Björg vitnaði til, að það eru í rauninni gert ráð fyrir að í gjörgæslu séu fyrst og fremst í rauninni bara Akureyri og Landspítalinn. En það er hins vegar eitt gjörgæslurými til staðar á Neskaupstað til þess að mæta þá bara neyðartilvikum. Og það er ásamt öndunarbúnaði og það er þau svör sem ég fékk við þessu. Þannig að í neyðartilvikum þá er hægt að bregðast við. Varðandi lið 1.8 sem er stysta sjóður EBI, þá tek ég alveg undir þetta með Björgu að það er áhugavert að skoða þetta. Það væri þá væntanlega annarkvort að Borgfirðingarnir eða Seyðfirðingarnir sagt Djúpivogur er ekki aðili að eignarhaldsfélaginu. Þannig að það eru bara Fljótsdalshérað, Borgarfjarðarhreppur og Seyðisfjarðarkaupstaður. Trúlega myndi ekki þýða fyrir okkur að sækja vegna þessa því að það er yfirleitt ekki, að jafnaði ekki úthlutað til sveitarfélaga 2 ár í röð og við fengum úthlutað úr þessum sjóð í fyrra. En mér finnst þetta alveg vera þess virði að skoða þetta og ég rekna með að það sé alveg, ég myndi, ef fólk er sátt við það, myndi ég bara taka þetta upp við hins sveitarfélaginu. Þá held ég hafi svarað þessu. Björn Ingimarsson hefur lokið máli sínu og orðið er ennþá laust ef að fleiri óska eftir því að taka til máls. Ef að svo er ekki, að þá ætla ég að loka mælendaskránni og við göngum til afgreiðslu einstakra liða. Það verður þá fyrst fyrir okkur liður 1.1 sem er bókun undir eða tillaga undir liðnum fjármál 2020. Forseti gerir ráð fyrir því að tillagan sé samþykkt samhljóða án atkvæðagreiðslu nema einhver gerir athugasemdir við það. Eru athugasemdir við það? Þær kom ekki fram og verður þá fært þannig til bókar. Næst er það þá liður 1.5 sem er ákvörðun samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra og þar er tillagan liggur fyrir eins og hún var lesin og kynnt í ráðan. Forseti ætlar að gera ráð fyrir því að tillagan sé samþykkt samhljóða án atkvæðagreiðslu ef ekki eru gerir athugasemdir við það. Eru athugasemdir? Þær kom ekki fram og það verður þá bókað svo. Ekki voru fleiri tillögur gerðar undir þessum lið en ég vek athygli á því að undir lið 1.6, 1.8, 1.11 og 1.12 er
gert ráð fyrir að bókaða afgreiðsla bæjarráðs sé staðfest. En ef ekki eru gerðar athugasemdir við það, að þá höfum við lokið hér yfirferð yfir þennan fyrsta dagskrárlið. Þá það næst annar liður á dagskrá, það fundargerð bæjarráðs Fljótsdalshéraðs 508. fundur og það sem fyrir Anna Alexandersdóttir bæjarfulltrúi sem tekur til máls. Já, forseti og góðu fundarmenn. Það 508. fundur bæjarráðs Fljótsdalshéraðs. Þessi fundur var haldinn bara síðastliðinn mánudag, 30. mars. Fundargerðin hér sem lá fyrir væri 7 liðum og það eru 2 liðir teknir sérstaklega út. Og það þá fyrst liður 2-3 sem fundur með fulltrúum Vegagerðarinnar. Á fundi bæjarráðs var farið yfir fund bæjarráðs. Á fundi bæjarráðs þennan síðastliðinn mánudag var farið yfir fund bæjarráðs sem var mánudaginn þar á undan með fulltrúum Vegagerðarinnar, einmitt sem haldið var í síðustu viku, þar sem lega Fjarðarheiðarganga var meðal annars rædd. Og eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu bæjarráðs samþykkir bæjarstjórn að skipaður verði starfshópur með fulltrúum frá öllum framboðum í bæjarstjórn sem hafi það hlutverk að móta afstöðu sveitarfélagsins varðandi legu Fjarðarheiðarganga og vegtenginga í tengslu við þau. Og eftirtaldir aðilar skipi starfshópinn Karl Láritsson frá D-lista, Stefán Bogi Sveinsson frá B-lista, Skúli Björnsson frá L-lista og Hannes Karl Hilmarsson frá M-lista. Björn Ingimarsson verður starfsmaður hópsins og kallar til fyrsta fundar. Hópurinn skal skila niðurstöðu sinni til bæjarstjórnar fyrir 1. maí næstkomandi. 2020. Það liður 2.6 sem hugmyndir og ábendingar að aðgerðum til viðspyrnu fyrir íslenskt atvinnulíf. Á fundi bæjarráðs fór Björn yfir nokkrar tillögur að framkvæmdum á vegum sveitarfélagsins og hitaveitunar sem mögulega væri hægt að flýta til að vinna á móti samdrætti í atvinnu á svæðinu í kjölfar COVID-19. Fram kom að ekki gert ráð fyrir að draga úr þeim framkvæmdum sem tilteknar eru í fjárhags- og framkvæmdaáætlun Fljótsdalshéraðs árið 2020. Og eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu bæjarráðs samþykkir bæjarstjórn að seinka eindaga á fasteignagjöldum sem gjaldfalla í apríl og maí fram til nóvember og desember 2020. Jafnframt verði því beint til eigenda fasteigna sem leigja út húsnæði sitt að þeir láti leigjendur sína njóta þess gjaldfrests, kjósi leigjendur svo. En málið að öðru leyti áfram í vinnslu hjá bæjarráði. Og að svo stöddu þá ekki fleira sem tekið út í þessari fundargerð og hún lögð fram til umræðu og afgreiðslu. Og Anna Alexandersdóttir hefur lokið máli sínu og orðið þá laust undir þessum öðrum dagskrárlið. Einhver sem óskar eftir því að taka til máls? Björg Björnsdóttir bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Já, fyrst bara örstugt varandi lið 2-3. Ég náttúrulega ógulega sorgmætt yfir þess að ég bara kallar í þessum starfshópi en svona að því ég gef mér nú að við séum öll sammála það að ganga frá þessu máli fljótt og örugglega þannig að þessi göng komist á sem allra fyrst og tími starfshópsins stuttur þá hugsa ég að við verðum bara að láta þetta standa en þetta eigum við ekki að vera með eintóma kallahópa. Annað, það liður 2.6. Ég fagna náttúrulega mjög bara þessum tillögum sem þessari tillögu að seinka eindögum og fasteignagjöldum. Þetta sé ákaflega mikilvægt, ekki síst fyrir fyrirtækin á svæðinu, að fá svona seinkun á fasteignagjöldum fram. Mér langaði aðeins að spyrja bæjarstjóra hvort að það liggi eitthvað fyrir eða sé eitthvað búið að setja niður hvaða áhrif menn halda að COVID-19 faraldurinn muni hafa á fjárhag sveitarfélagsins. Ég veit ekki hvort að sú vinna langt komin hjá fjármálastjóra og bæjarstjóra en mér langaði svona að forvitnast hvort að það lægi eitthvað fyrir.
Björg Björnsdóttir hefur lokið máli sínu. Björn Ingimarsson bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Já, forseti og góðir fundarmenn, það varðandi þetta með hvað áhrif COVID-19 hefur á rekstur og fjárhag sveitarfélagsins. Það var þetta við erum byrjuð að skoða en ég held að sé of snemmt að fara að gefa eitthvað út það á þessari stundu. Við erum svona að vinna það áfram en við erum að gera ráð fyrir því að það þurfa að bregðast við og endurskoða í rauninni samþykkta fjárhagsáætlun sveitarfélagsins fyrir árið í ár. Því að það er alveg ljóst að þær forsendur sem hún byggir á, þær munu bresta að hluta til en við erum ekki að horfa til þess að draga úr fjárfestingum eða í rauninni þeim verkefnum sem var ákveðið að fara í því að það er þá til þess fallið að frekar þá að magna áhrif þessa á samfélagið en ég á frekar von á því að við munum þurfa að horfa mögulega til einhverjar lántöku til þess að brúa það bil sem mun verða. Það er ljóst að þetta mun hafa áhrif á tekjur sveitarfélagsins mjög líklega og jafnframt munum við þurfa að bæta í líka til þess að mæta að einhverju leyti því höggi sem þetta mun hafa á atvinnulífið hér á svæðinu. Á þessari stundu treysti ég mér ekki til þess að auðvitað eru búin að stilla upp einhverjum tölum. Ég held að sé ekki rétt að fara með þær út af svo stöddu. Það þarf svona aðeins að rýna þetta betur. Björn Ingimarsson hefur lokið máli sínu. Hannes Karl Hilmarsson bæjarfulltrúi hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Hannes. Forseti, góðir fundarmenn, það er bara spurning fram að þessu varðum 2.6. Hvaða áhrif verður þetta varðið sameininguna upp á hugsaða landtöku sem minnist á og bara það að flýta verkefnum þurfa öll sveitarfélögin að fá samþykki frá hinum varðandi þær fjárfestingarverkefni sem eru í bíbólum og hafa þegar verið samþykkt varðandi sameininguna. Bara veltum við hvaða áhrif þetta hefur á þessi sveitarfélög sem eru að sameinast varðandi heimildir og til að bregðast við þessu ástandi sem er í gangi í dag. Takk. Hannes Karl Hilmarsson hefur lokið máli sínu. Björn Ingimarsson bæjarstjóri hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Já, forseti og góðir fundarmenn. Ég ætla að svara þessari fyrirspurn frá bæjarfulltrúa Hannes Karli Hilmarssyni. Það er alveg ljóst að þegar menn eru búin að stilla upp í rauninni þá mögulegum viðbótum sem þarf að fara í, hvort heldur lítur að fjárfestingum, viðbótarframlögum eða hvað það er. Ef þetta hefur þau áhrif að heildarniðurstaða fjárhagsáætlunar stenst ekki, þetta hefur áhrif á heildarniðurstöðu, þá er alveg ljóst að þetta mun þurfa samþykki allra sveitarstjórnum. Það er bara alveg skýrt. Þannig að ég á nú von á því að þetta, ég heyri alveg að það mennur líka byrjar að velta þessum hlutum fyrir sér í hinum sveitarfélögunum. Þannig að það er mjög líklegt að það verði breytingar á fleiri stöðum við okkar og þetta sé eitthvað sem við munum þurfa að taka samtal síðan þegar við leggjum fyrir tillögu af viðauka sem hefur áhrif á heildarniðurstöðu, þá þarf sú tillaga að fara fyrir allar sveitarstjórnir. Fjórar eftir það. Vona þetta svaraði þessu. Björn Ingimarsson hefur lokið máli sínu. Orðið er ennþá laust ef að fleiri óska eftir að taka til máls. En ef að svo er ekki, að þá loka ég mælendaskrá og við göngum þá til afgreiðslu einstakra liða. Það er þá fyrst fyrir liður 2.3 fundur með fulltrúum Vegagerðarinnar. Þar er borin upp tillaga skipun starfshóps sem var lesin og kynnt hér áðan. Forseti
ætlar að gera ráð fyrir því að tillagan sé samþykkt samhljóða án atkvæðagreiðslu nema athugasemdir séu gerðar við það. Eru einhverjar athugasemdir? Svo ekki og það verður þá bókað svo. Næst það þá liður 2.6 hugmyndir og ábendingar að aðgerðum til viðspyrnu fyrir íslenskt atvinnulíf. Þar borin upp tillagan sem að var lesin og kynnt í áðan og forseti gerir ráð fyrir því að hún teljist samþykkt samhljóða án atkvæðagreiðslu nema athugasemdir séu gerðar við það. Eru athugasemdir? Svo ekki og þá það bókað svo. Og ég vek sömuleiðis athygli á því að undir liðum 2.2 sem á 2.4 gert ráð fyrir því að bókað afgreiðsla bæjarráðs í þessum málum sé staðfest. En ef ekki eru athugasemdir við það, þá höfum við lokið við að fara yfir þennan annan lið þessara fundargerðar. Og ég óska þá eftir því að Anna Alexandersdóttir fyrsti varaforsti taki við stjórn fundarins. Já, takk. Þá það þriðji liður á dagskrá sem 129. fundur umhverfis- og framkvæmdanefndar og það Stefán Bogi Sveinsson sem tekur til máls og kynnir fundargerðina. Jú, forseti og ágætt að funda fólk. Ég hér komin til að gera grein fyrir fundargerð umhverfis- og framkvæmdanefndar, 129. fundur nefndarinnar. Fundargerðin í 17 liðum og 11 þeirra eru teknir út til sérstakra tillögu gerðar hér. Fyrst það liður 3.1, það vinnuskóli 2020. Þar eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykki bæjarstjórn að farið verða tillögu verkefnastjóra umhverfismála laun og vinnutíma í vinnuskóla Fljótsdalshéraðs fyrir sumarið 2020. Þetta mál hefur verið á dagskrá umhverfis- og framkvæmdanefndar. Þarna fyrst og næst verið að gera samþykkt launakjör og svo hægt verið að auglýsa eftir starfskröftum í vinnuskólan en frekara en það hins vegar verður áfram á dagskrá umhverfis- og framkvæmdanefndar hvað varðar svona fyrirkomulag starfseminnar og annað sem að snýra vinnuskólanum. Nú liður 3.2, það umsókn styrk til Framkvæmdasjóðs ferðamannastaða 2019. En til kynningar hjá umhverfis- og framkvæmdanefnd var ákvörðun styrkveitingu Framkvæmdasjóði ferðamannastaða í verkefnið öryggi gesta við Hafrakvamma-Gljúfur. Og þarna eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með umhverfis- og framkvæmdanefnd og fagnar styrkveitingu til þessa brýna verkefnis. Liður 3.4, það breyting á deiliskipulagi flugvallar. Deiliskipulagi Egilsstaðaflugvallar var tekið til umræðu á fundi umhverfis- og framkvæmdanefndar og lögð fram svör við athugasemdir vegna deiliskipulags en tillaga var áður auglýst frá 10. júní til 15. júlí 2018 en tillaga var auglýst að nýju eftir ábendingu skipulagsstofnunar og var síðasti dagur til að gera athugasemdir 15. mars síðastliðinn en ekki bárust nýjar athugasemdir. Því eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykki bæjarstjórn deiliskipulagið og gerir svör við athugasemdum að sínum. En þetta þá í rauninni bara þær athugasemdir sem komu við málið við fyrri meðferð þess og svörin sem sömuleiðis voru gefin við það tilefni. En þetta mál þurfti að fara í staðfestingarferli 9 vegna þess að það náðist ekki að birta skipulagið innan tímafrests. Og það liður 3.5, lóðamál miðvangi 13, en skipulags- og byggingarfulltrúi kynnti umhverfis- og framkvæmdanefnd tillögu að breytingu á lóðamálum fyrir miðvang 13 og einnig fór hann yfir stöðu lóðamálum miðvang 13. Á lóðin eru 2 eignir, verslun og bensínstöð. En þetta sem sagt þar sem að húsnæði bónus og fleiri verslana og svo bensínstöð orkunnar. Eftirfarandi tillaga lögð fram, bæjarstjórn samþykkir tillögur umhverfis- og framkvæmdanefndar að í samráði við hagsmunaaðila lóða verði búin til ný lóð fyrir bensínstöð og stærri lóðar fyrir verslunarhúsnæði verði leiðrétt í samræmi við uppdrátt 1921 011 046 miðvangur 9 og 13. Þannig sem þarna var farið að skoða lóðamál á þessu svæði og komið ljós að þetta var óskipt lóð og milli aðila var ákveðið að skipta þessu upp og skýra betur stöðuna. Nú liður 3.6, það umsókn uppsetningu á hreindýraskúlptúr á Egilsstöðum. En þar liggur fyrir óskum leyfi fyrir uppsetningu á skúlptúr og hreindýri á klettana fyrir ofan tjaldsvæðið á Egilsstöðum, farið yfir niðurstöðu valnefndar. Málið var áður á dagskrá 128. fundi umhverfis- og framkvæmdanefndar þann 11. mars. Og eftirfarandi tillaga lögð fram
að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykki bæjarstjórn að heimila uppsetningu á hreindýri á klettum fyrir ofan tjaldsvæði á Egilsstöðum í samræmi við afgreiðslu valnefndar. Nú liður 3.7, það umsókn um byggingarleyfi viðbygging Dalskógar 14, umsókn um byggingarleyfi fyrir viðbyggingu við Dalskógar 14 til umfjöllunar að lokinni grenndarkynningu og eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykkir bæjarstjórn með vísan í niðurstöðu grenndarkynningar, fyrirliggjandi umsókn og felur skipulags- og byggingarfulltrúa útgáfu byggingarleyfis. Og næst það þá liður 3.11, það umsókn landskipti úr landi beinárgerðis. Eftirfarandi tillaga það lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykkir bæjarstjórn að heimila landskipti út úr landi beinárgerðis og veitir jákvæða umsögn landskiptin. Liður 3.12, það umsókn styrk til samgönguleiðar eða styrkvegir og eftirfarandi tillaga það lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykkir bæjarstjórn að sótt verði styrk til eftirfarandi samgönguverkefna, lagfæring á vegum milli Rauðholts og Hreimstaða og frá Sandvatni inn Fellaheiði. Og liður 3.13, þar breytingar á aðalskipulagi Vopnafjarðarhrepps auglýsing, en hreppsnefnd Vopnafjarðarhrepps hefur ákveðið að gera breytingar og tillögu að breytingum á aðalskipulagi Vopnafjarðarhrepps sem send var til kynningar á vinnslustigi í sumar og aftur fyrir vetur. En breytingi felst í því að bæta við stöðum fyrir fuglaskoðunarhús við Nípslón eftir ábendingar frá fuglaáhugafólki og meðfylgjandi breytt tillaga eins og hún auglýst. Eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með umhverfis- og framkvæmdanefnd og gerir ekki athugasemd við skipulagsáformin. Það má svo sem segja þetta eins og málin sem koma hér á eftir, það alltaf dálítið athyglisvert að við eigum að hafa skoðun á staðsetningu fuglaskoðunarhúsa við Nípslón. Þetta nú ekki alveg beinlínis á landamærum sveitarfélaganna en lögin eru tiltölulega skýr með þetta að ef að verið að breyta aðalskipulagi sveitarfélags eiga nágranna sveitarfélög að hafa rétt til að skila en athugasemdum við slíka breytingar en við höfum ekki séð ástæðu til þess í þessu tilfelli. Og þar liður 3.14 næst breyting á aðalskipulagi Vopnafjarðarhrepps, skipulagslýsingar kynningar og þar hefur hreppsnefnd Vopnafjarðarhrepps ákveðið að gera breytingu á aðalskipulagi hreppsins. Breytingarnar eru vegna framkvæmda við Þverárvirkjun og lagningu Vopnafjarðarlínu 1 í jörð yfir Hellisheiði ásamt niðurtöku loftlínu. En tilgangur breytingarnar að geta samræmis við áætlanir þessara framkvæmda og koma fram sjónarmiðum sveitarstjórnar. Eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með umhverfis- og framkvæmdanefnd og gerir ekki athugasemd við skipulagsáformin. Og að síðustu þá liður 3.15 sem endurskoðun á skipulags Fjarðabyggðar. Þar svífum við hinum megin yfir. Erindi frá Fjarðabyggð vegna endurskoðunar á aðalskipulagi Fjarðabyggðar, skipulags- og matslýsing vegna endurskoðunar aðalskipulags liggur nú frammi til kynningar. Og eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með umhverfis- og framkvæmdanefnd og gerir ekki athugasemd við skipulags- og matslýsingu. Ég þá lokið við að fara yfir þær tillögur sem eru gerðar og fundargerðin hér lögð fram til umræðu og afgreiðslu. Stefán Bogi Sveinsson, bæjarfulltrúi, hefur lokið við að fara yfir efni þessara fundargerðar og orðið laust og það Gunnar Jónsson, bæjarfulltrúi, sem búinn að biðja orðið. Gjörðu svo vel. Já, fundarstjóri, góðu fundamenn. Ég vil fara fram á samþykkt vanhæfi mitt undir lið 3.4 sem að þetta fjallar skipulag eða leyfa fyrirtæki skipulag inn á land svo vel og til að ég hljóti vera vanhæfi það fram á vanhæfi. Forseti telur, það augljóst vanhæfi og biður bæjarfulltrúan að víkja af fundinum með því að bara slökkva á sínum. Já, og svo hringjum við hann inn aftur þegar við höfum lokið umræðu og afgreiðslu þessa máls. Þá þessi dagskrárliður 3.4 breyting á deiliskipulagi flugvallar til umræðu og orðið laust. Nú, ef að enginn óskar eftir því að taka til máls, þá lokum við mælendaskrá þar og þá berum við upp þessa tillögu undir lið 3.4 eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Forseti gerir ráð fyrir því að tillagan sé samþykkt samhljóða án atkvæðagreiðslu ef ekki eru gerðar athugasemdir við það, eru athugasemdir. Svo ekki og við færum það þá til bókar.
skulum gera stuttlega meðan við hingrum eftir því að Gunnar Jónsson bæjarfulltrúi komi aftur inn á fundinn áður en við höldum áfram umræðu þennan 3. dagskrárlið. Þá Gunnar Jónsson kominn aftur til fundar og við höldum áfram. Orðið laust undir þessum 3. dagskrárlið. Fundargerð umhverfis- og framkvæmdanefndar. Einhver sem óskar eftir því að taka til máls? Ef að svo ekki, þá loka ég mælendaskrá og við göngum til afgreiðslu einstakra liða. Það þá fyrst liður 3.1, vinnuskóli 2020. Forseti gerir ráð fyrir að tillagan sem var lesin þar verði skoðist samþykkt samhljóða án atkvæðagreiðslu ef ekki athugasemd við það. Gerir einhver athugasemd? Svo ekki og verður bókað svo. Ára næstliður 3.2, umsókn styrk til framkvæmdasjóðs ferðamannastaða 2019. Forseti gerir ráð fyrir að tillaga sem var kynnt þar skoðist samþykkt samhljóða án atkvæðagreiðslu nema ef athugasemdir eru gerðar við það. Einhver sem gerir athugasemd? Svo ekki og verður þá bókað svo. Næst þá liður 3.5, lóðamál miðvangi 13. Forseti gerir ráð fyrir að tillaga sem þar var kynnt skoðist samþykkt samhljóða án atkvæðagreiðslu nema ef einhver gerir athugasemd. Einhver sem gerir athugasemd við það? Svo ekki og það bókast svo. Nú það svo að nú hef ég ekki lengur nafna minn við hliðina, þannig ég veit ekkert hvort hann nær að elta afgreiðsluna og bóki fundagerðina þannig, en við höldum eitthvað áfram. Það verður þó bara æmta ef þetta gengur of hratt. Næst þá liður 3.6 sem umsókn uppsetning og hreindýraskúlptúr á Egilsstöðum. Forseti gerir ráð fyrir því að tillagan sem var kynnt þar áðan skoðist samþykkt samhljóða án atkvæðagreiðslu ef ekki eru gerðar athugasemdir við það og kalla eftir athugasemdum. Engar athugasemdir gerðar og við færum það til bókar. Þá það næstliður 3.7, það umsókn byggingarleyfi viðbygging Dalskógar 14. Forseti gerir ráð fyrir að tillagan sem var kynnt í ráðan undir þeim lið skoðist samþykkt samhljóða án atkvæðagreiðslu ef ekki eru gerðar athugasemdir við það. Eru athugasemdir? Svo ekki og það verður bókað svo. Við höldum þá áfram og það þá næstliður 3.11 sem umsókn landskipti og landi Beinárgerðis. Forseti gerir ráð fyrir að tillagan sem var kynnt í ráðan undir þeim lið skoðist samþykkt samhljóða án atkvæðagreiðslu ef ekki eru gerðar athugasemdir við það. Eru athugasemdir? Svo ekki og verður þá bókað svo. Og liður 3.12, það umsókn styrk til samgönguleiðar, styrkvegir. Forseti gerir ráð fyrir að sú tillaga sem kynnt var undir þeim lið hér áðan skoðist samþykkt samhljóða án atkvæðagreiðslu ef ekki eru gerðar athugasemdir við það. Einhver sem gerir athugasemd? Svo ekki og því bókað svo. Næst liður 3.13, það breytingar á aðalskipulagi Vopnafjarðarhrepps, auglýsing. Það varðaði fuglaskoðunarhúsin við Nípslón. Forseti gerir ráð fyrir að sú tillaga sem var kynnt hér áðan skoðist samþykkt samhljóða án atkvæðagreiðslu nema gerðar séu athugasemdir við það. Eru athugasemdir? Svo ekki og verður þá bókað svo. Næst liður 3.14, það breyting á aðalskipulagi Vopnafjarðarhrepps, skipulagslýsing kynningar, það varðar Þverárvirkjun og Vopnafjarðarlínu 1. Forseti gerir ráð fyrir því að sú tillaga sem lesin var á kynnt hér áðan skoðist samþykkt samhljóða án atkvæðagreiðslu nema gerðar séu athugasemdir við það. Eru athugasemdir? Svo ekki og verður þá bókað svo. Og þá það liður 3.15, það endurskoðun aðalskipulags Fjarðabyggðar. Forseti gerir ráð fyrir því að sú tillaga sem var lesin og kynnt hér áðan skoðist samþykkt samhljóða án atkvæðagreiðslu nema gerðar séu athugasemdir við það. Eru athugasemdir? Svo ekki og verður þá bókað svo.
Við höfum þá lokið við að fara yfir það tillögur sem gerðar voru undir þessum 3. dagskrárlið. Ég vek athygli á því að undir lið 3.3 sömuleiðis gert ráð fyrir því að afgreiðslu umhverfis- og framkvæmdanefndar sé staðfest af bæjarstjórn, en ef ekki eru athugasemdir við það, þá höfum við lokið yfirferð yfir þennan 3. dagskrárlið. Og þá göngum við næst til 4. liðar á dagskrá. Það er fundargerð atvinnu- og menningarnefndar, það er 101. fundur nefndarinnar og það er Gunnhildur Ingvarsdóttir bæjarfulltrúi sem að tekur til máls. Gjörðu svo vel. Já, forseti og gott fundarfólk. Ég ætla að kynna hér fundargerð atvinnu- og menningarnefndar, það er 101. fundur og fundargerðin er í 3 liðum og það er 1 tekin út. Það er liður 4.1, umsókn styrk vegna skógardagsins mikla 2020 og fyrir atvinnu- og menningarnefnd lá bréf dagsett 19. mars 2020 undirritað Maríönnu Jóhannsdóttur fyrir hönd félags skógarbænda á Austurlandi. Það sem óskað eftir styrk vegna skógardagsins mikla 2020. Og eftir það er tillaga lögð fram að tillögu atvinnu- og menningarnefndar samþykkir bæjarstjórn að skógardagur í miklu 2020 verði styrktur krónur 400.000 sem verði tekið af lið 0574. En öðru leyti er það bara fundargerðin lögð fram til umræðu og svo staðfestingar. Gunnhildur Ingvarsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið er laust undir þessum 4. dagskrárlið ef einhver óskar eftir því að taka til máls. Enginn gerir vart við sig og ég loka því mælendaskrá og við göngum til afgreiðslu einstakra liða. Það er þá liður 4.1, umsókn styrk vegna skógardagsins mikla 2020. Forseti gerir ráð fyrir því að sú tillaga sem að lesin var kynnt í áðan skoðist samþykkt af bæjarstjórn samhljóða án atkvæðagreiðslu nema ef athugasemdir koma fram við það. Er einhver sem gerir athugasemd? Svo er ekki og það verður því bókað svo. Þetta var eina tillagan sem var til afgreiðslu undir þessum 4. dagskrárlið en forseti vekur athygli á því að undir lið 4.3 er sömuleiðis gert ráð fyrir því að afgreiðslu og atvinnu- og menningarnefndar sé staðfesta bæjarstjórn. En ef ekki eru athugasemdir við það, þá höfum við lokið yfirferð yfir þennan 4. dagskrárlið og göngum þá næst til þess 5. Það er fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar, 61. fundur nefndarinnar og það er Berglind Harpa Svavarsdóttir bæjarfulltrúi sem tekur til máls. Ég ætla að biðja ykkur bíða augnablik. Datt bæjarfulltrúi hér úr sambandi. Ég ætla að gera stutt fundarhlé til að kanna hvort að hún dettur inn aftur. Fyrst er það liður 5.1, fjölnota tæki á íþróttavelli. Fyrir liggur minnisblað kaup á fjölnota tæki á íþróttavelli. Eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn samþykkir að vísa minnisblaðinu til umhverfis- og framkvæmdanefndar til skoðunar.
sé ekki rúm fyrir umrædda fjárfestingu innan fjárhagsramma Eignasjóðs vegna þessa árs verði horft til þessa við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2021. Næst það liður 5.3 tómstundaframlag. Fyrir liggja drög að nýjum reglum tómstundaframlag. Eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu íþrótta- og tómstundanefndar samþykki bæjarstjórn að reglum tómstundaframlag verði breytt þannig að þær nýtist ungmennum á aldrinum 16 til 18 ára einnig til kaupa á kortum í líkamsrækt, enda rúmist breytingin innan samþykks fjárhagsramma málaflokksins. Breytingin verði gerð til reynslu í 1 ár. Næst liður 5.5 heilsueflandi samfélag. Eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn samþykkir að vísa fyrirliggjandi minnisblaði til undirbúningsstjórnar vegna sameiningar sveitarfélaganna Borgarfjarðarhrepps, Djúpavogshrepps, Fljótsdalshéraðs og Seyðisfjarðarkaupstaðar. Svo það liður 5.6 viðbragðsáætlun Fljótsdalshéraðs við heimsfaraldri inflúensu. Fyrir íþrótta- og tómstundanefnd lá til kynningar viðbragðsáætlun Fljótsdalshéraðs við heimsfaraldri inflúensu. Eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með íþrótta- og tómstundanefnd og hvetur íbúa sveitarfélagsins til að huga vel að andlegri og líkamlegri heilsu á þessum tíma, til að mynda með gönguferðum fjölmargar lendur sveitarfélagsins. Næst það liður 5.7 meistaraflokkur körfuknattdeildar hattar í Dóminósdeild karla 2020 til 2021. Fyrir liggur að meistaraflokkur körfuknattdeildar hattar muni leika í Dóminósdeild karla 2021. Eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með íþrótta- og tómstundanefnd og óskar leikmönnum, stjórn og þjálfara liðsins innilega til hamingju með árangurinn og hlakkar til að fylgjast með liðinu í Dóminósdeild næsta vetur. Það liður 5.8 þristur blæs til leiks. Fyrir liggja upplýsingar verkefni þristur blæs til leiks. Eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með íþrótta- og tómstundanefnd og hrósar ungmennafélaginu Þristi fyrir frábært verkefni og fyrir að vera ávallt samfélagslega hvetjandi. Íþrótta- og tómstundanefnd tilbúin að leggja sitt af mörkum til verkefnisins og hvetur alla íbúa til að taka þátt. Fleira var ekki tekið úr fundargerðinni og hún hér með lögð fram til umræðu og afgreiðslu. Takk fyrir. Berglind Harpa Svavarsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið laust undir þessum 5. dagskrárlið. Anna Alexandersdóttir bæjarfulltrúi hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Forseti og góðu fundarmenn. Það allavega þá fyrst liður 5.1 sem fjölnótatæki í íþróttavelli. Mér langaði kannski bara því að þetta ekki mjög lýsandi að vísa þetta fjölnótatæki en þetta ekki hristitæki eða leiktæki. Við erum að tala tæki til að slá velli og sópa gervigras og þess áttar. Þannig að það komi nú bara svona fram því að það svo eiginlega ekkert heldur lýsandi í tillögunni sem lögð fram hverslags tæki að ræða. Þannig að fólk átti sig á því að þetta á við vinnutæki á völlunum. Aðeins liður 5.3 tómstundaframlag. Og fagna ég þessu að þessari viðbót, þetta bara viðbót við þær reglur sem nú þegar eru í gildi. Fram að þessu hefur þetta verið fyrir formlegt starf í hóp, hvort sem það íþróttum eða öðrum tómstundum, tónlistarskóla og öðru. En núna er þessi tilraun að bjóða þessum hópi sem oft fellur út, hættir í íþróttaiðkun, að bjóða þeim upp á að kaupa kort í líkamsrækt og þetta verður bara spennandi að sjá hvernig þetta næsta ár verður í þessu, hversu margir koma til með að nýta sér þetta og mér finnst þetta er gott mál en og að þetta sé bara viðbót og bara við þennan aldur og þetta er svona afmarka verkefni. Svo kannski vil ég bara fyrst ég hef nú orðið og komin að taka undir bæði í lið 5, eða bara í þessu liðum sem eftir, 5.6, 5.7 og 5.8, þessum bókunum sem þar eru gerðar. Það
er bara gaman að sjá körfuknattleiksdeild Hattar í Dóminósdeild næsta veturs. Og ég hef aðeins fylgst með í 5-8 hjá Þristi, þetta er bara virkilega skemmtilegt og verkefni hjá þeim og ég hvet fólk til að fara inn því það eru fræðsluerindi og svona með jákvæðni að leiðarljósi og hugmyndafræði jákvæði sálfræði sem þau eru að byggja þetta á og þetta er bara virkilega flott og spennandi. Gaman að sjá í þessu ástandi, skrýtna ástandi sem er hvernig fólk og félög stíga upp og sýna hvað í þeim býr. Það er ekki fleira. Takk. Anna Alexandersdóttir hefur lokið máli sínu og orðið er ennþá laust undir þessum 5. dagskrárlið. Eru fleiri sem óska eftir því að taka til máls? Ef að svo er ekki, að þá loka ég mælendaskrá og við göngum til afgreiðslu einstakra liða. Það er þá fyrst liður 5.1 fjölnota tæki á íþróttavelli og forseti gerir ráð fyrir því að svo tillaga sem lesin var kynnt hér áðan skoðist samþykkt samhljóða án atkvæðagreiðslu. Ef ekki eru gerir athugasemdir við það, eru athugasemdir. Svo er ekki og verður þá bókað svo. Og næst er það þá liður 5.3, tómstundaframlag. Þar gerir forseti ráð fyrir því að svo tillaga sem var kynnt hér áðan og lesin skoðist samþykkt samhljóða bæjarstjórn án atkvæðagreiðslu. Ef ekki eru gerir athugasemdir við það, eru athugasemdir. Svo er ekki og skoðast þá þannig og verður bókað. Liður 5.5, heilsueflandi samfélag. Forseti gerir ráð fyrir að tillagan sem var lesin og kynnt hér áðan undir þessum lið skoðist samþykkt samhljóða að bæjarstjórn án atkvæðagreiðslu nema gera sér athugasemdir við það, eru athugasemdir. Svo er ekki og verður þá bókað svo. Og liður 5.6, viðbragðsáætlun Fljótsdalshéraðs við heimsfaraldri inflúensu. Forseti gerir ráð fyrir því að tillagan sem var lesin og kynnt hér áðan undir þessum lið skoðist samþykkt samhljóða að bæjarstjórn án atkvæðagreiðslu nema séu gera athugasemdir við það, eru athugasemdir. Svo er ekki og verður þá bókað svo. Og liður 5.7, meistaraflokkur körfuknattleiksdeildar Hattar í Dóminósdeild. Forseti gerir ráð fyrir því að sú tillaga sem lesin var kynnt hér áðan skoðist samþykkt af bæjarstjórn samhljóða án atkvæðagreiðslu nema gera séu athugasemdir við það, eru athugasemdir. Svo er ekki og verður þá bókað svo. Og síðustu er það þá liður 5.8, Þristur blæst til leiks. Forseti gerir ráð fyrir því að sú tillaga sem lesin var kynnt hér áðan undir þessum lið skoðist samþykkt samhljóða af bæjarstjórn án atkvæðagreiðslu nema gera séu athugasemdir við það, eru athugasemdir. Svo er ekki og verður þá bókað svo. Við höfum þá lokið við að fara yfir þennan 5. dagskrárlið og næst er það þá 7. liður á dagskrá. Það er fundargerð jafnréttisnefndar Fljótsdalshéraðs, 69. fundur nefndarinnar. Það er Anna Alexandersdóttir bæjarfulltrúi sem að tekur til máls. Forseti og góðir fundarmenn. Það er 69. fundur jafnréttisnefndar Fljótsdalshéraðs. Fundurinn var haldinn 25. mars síðastliðinn og fundargerðin er hér í 4 liðum og það eru 2 liðir sérstaklega teknir út. Það er liður 6.1 sem er jafnréttisáætlanir sveitarfélaga og eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með jafnréttisnefnd og fagnar því að fyrir liggur að sveitarfélagið er að sinna lögbundum skyldum sínum í jafnréttismálum. Að öðru leyti er þetta lagt fram til kynningar. Það er liður 6.2 sem er jafnréttisáætlun Fljótsdalshéraðs. Jafnréttisnefnd þakkar þær athugasemdir sem bárust vegna endurskoðunar jafnréttisáætlunar Fljótsdalshéraðs. Áður en endurskoðunarvinna getur hafist verða hugmyndir endurskoðun jafnréttisstefnu og jafnréttisáætlunar bornar undir undirbúningsstjórn vegna sameininga sveitarfélaganna, Borgarfjarðarhrepps, Djúpavogshrepps, Fljótsdalshéraðs og Seyðisfjarðarkaupstaðar.
Og eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu jafnréttisnefndar felur bæjarstjórn starfskonunefndarinnar að koma erindinu til undirbúningsstjórnar. Það ekki fleira tekið sérstaklega út hér í þessari fundargerð, hún lögð fram til umræðu og afgreiðslu. Anna Alexandersdóttir hefur lokið máli sínu og orðið þá laust undir þessum 7. dagskrárlið. Einhver sem óskar eftir því að taka til máls? Björg Björnsdóttir bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Ég að átta mig á því, ég hef örugglega sýnt fádæma dónaskap í bæði hinn fyrri skipti sem ég tekið til máls, þar sem ég gleymt að ávarpa forseta og aðra Gleymdir líka núna. Bæjarfulltrúa. Já, nú ætla ég að ávarpa ykkur 3 sinnum fyrir einu sinni fyrir 3 skipti, þar að segja ágæti forseti og aðri bæjarfulltrúar. Mér langaði bara rétt að koma ræða hér lið 6.4 sem vissulega í vinnslu hjá jafnréttisnefndinni, einfaldlega vegna þess að mér fannst þessi ábending sem að nefndinni barst í tölvupósti kynja samsetningu starfshópa vegna sameiningarinnar mjög áhugaverður. Og ég held að þetta eitthvað sem við þurfum sífellt að vera að velta fyrir okkur. Og mér finnst þetta réttmæt ábending og ég bara ætla að treysta því að þau ykkar sem að sitjið í undirbúningsstjórninni og sömulegis þau ykkar sem að ætla að halda áfram starfi á þessum vettvangi eða hafi til þess metnað, að þið passið þetta í framtíðinni. Það svolítið sláandi kynjahalli í samsetningu þessara hópa, miðað við, nú hef ég ekki sannreynt þær upplýsingar sem koma fram í tölvupóstinum, en ég hef svo sem ekki ástæður til að halda að það sé ekki réttar, en auðvitað eigum við að gera betur, en þarna virðist vera gert. Og ég veit að það ekki alltaf auðvelt og það stundum þetta flókið, en það líka stundum flókið að hafa lýðræði og við eigum að tryggja að allir fái sæti við borðið. Fleira var það nú ekki. Björg Björnsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið ennþá laust undir þessum lið. Já. Ég var að hugsa að fá orðið. Já. Stefán Bogi Sveinsson bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti og ágæta fundafólk. Ég ætla nú bara aðeins að bregðast við þessari ábendingu Bjargar Björnsdóttur bæjarfulltrúi til lið 6.4. Ég ætla að ítreka það, ég held að sé mjög mikilvægt að vera að stöðugt að horfa á þætti eins og þessa, samsetningu starfshópa og annað með gagnrýnum augum og með kynjaglerjum með við á. Og tek undir það er afar mikilvægt að svona hópar séu fjölbreyttir og það komi sjónarmið víða að. En ég vildi samt nefna það að það getur skipt alltaf miklu máli á hvaða grundvelli verið að skipa þessu hópa. Mér minnist þetta á sínum tíma þegar var verið að skipa hér í samstarfsnefndina upphaflega og ef minnist víkur ekki sömulegis í undirbúningsstjórnina, þá var horft mjög ákveðið á kynjasjónarmið til að tryggja það að sá hópur sem að samanstendur mikið til af kjörnum fulltrúum, þar sem er mjög mikilvægt að þessi sjónarmið liggi til grundvallar, að þar var horft töluvert eftir kynjasjónarmiðum allavega á hálfu Fljótsdalshéraðs, ég get ekki talað svo sem fyrir önnur sveitarfélög, en svona heilt yfir að þá held ég að það hafi ekki verið mikið slagsíða þar á. Það hins vegar liggur alveg fyrir að sumir af starfshópunum og vinnuhópunum og undirbúningshópunum það aðra sögu að segja þar. En þar skiptir auðvitað máli að þar var fyrst og fremst verið að taka saman þá einstaklingar sem að starfa að viðkomandi málum í sveitarfélögum. Og kemur þá í ljós auðvitað að það töluvert mikið munur á því eftir sviðum og eftir verkefnum hvort að það eru fyrst og fremst kallar eða konur sem eru í þeim störfum hjá sveitarfélögunum. Það út af fyrir sig getur líka verið ákveðið vandamál. En mér myndi finna svolítið erfitt að horfa til kynjasjónarmiða við samsetningu starfshóps sem á fyrst og fremst að innibera aðalega þá sem að vinna í tilteknum málaflokkum.
Því að þá þarftu að fara að velja og útiloka einhverja sem eru að vinna í málaflokki hjá sveitarfélagi á þeim grundvelli að það þurfi að jafna kynjahlutfall í hópnum. Þannig að ég vildi bara nefna það að það geta verið ákveðnar ástæður sem að liggja bakið í af hverju svona laga gerist en auðvitað ber okkur að horfa á þetta og mikilvægast nú, eins og ég segi, að það nefndir og ráð sem að skipaðar eru til langstíma og sem eiga að vera að taka ákveðnar svona pólitískar og stefnumótandi ákvarðanir, að þar sé alveg á hreinu að það sé heiðri haft að hlutfall kynjanna sé sem jafnast. Stefán Bogi Sveinsson bæjarfulltrúi lokið máli sínu og orðið enn laust þennan 6. lið. Björg Björnsdóttir bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Já, ég veit það að þetta getur verið forseti almáttugur, forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég veit að þetta getur verið, þetta áfram liður 6-4, þetta getur verið flókið. Og í grunninn þetta vandi eins og bæjarfulltrúi Stefán Bogi Sveinsson kom inn á að við erum oft með svona slagsíðu í aðra hvora áttina í ákveðnum málaflokkum og það líka eitthvað sem við hljótum að þurfa alltaf að vera að hugsa þegar við erum að ráða inn að ef við erum með 2 aðila jafnhæfa sikkoru kyninu og það slagsíðu í aðra hvora áttina þá eigum við þetta að horfa til þess að reyna að laga þá slagsíðu. Þannig að þegar við förum svo að velja í starfshópa úr hópum embættismanna eða úr ákveðnum geirum að þá höfum við val þannig að við séum ekki alltaf með karla í hinum svokölluðu hörðu málefnum og konur í hinum svokölluðu mjúku málefnum. En ég veit alveg að það hefur verið reynt auðvitað til dæmis á vettvangi SSA í vinnuhópum á SSA-þingi að passa þetta þó að það hef ekki alltaf tekist samanber umhverfis- og samgöngunefnd á síðasta þingi en þetta eitthvað sem við þurfum sífellt að hafa á bakvið eyrað held ég og vera vakandi og þess vegna fagna ég því að sjá þarna þennan tölvupósti jafnréttisnefndarinnar og þetta bara brýning sem við ættum að taka alvarlega. Og Björg Björnsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið ennþá laust undir þessum 7. dagskrárlið. Einhver sem óskar eftir að taka til máls? Ef að svo ekki, að þá loka ég mælendaskránni og við göngum til afgreiðslu einstakra liða. Fyrst það þá liður 6.1, það jafnréttisáætlanir sveitarfélaga og forseti gengur út frá því að sú tillaga sem var lesin og kynnt hér áðan skoðist samþykkt samhljóða án atkvæðagreiðslu ef ekki eru gerðar athugasemdir við það. Eru athugasemdir? Svo ekki og verður þá bókað svo. Og hins vegar það liður 6.2, það jafnréttisáætlun Fljótsdalshéraðs sem fyrr lítur forseti svo á að sú tillaga sem var lesin og kynnt hér áðan skoðist samþykkt af bæjarstjórn, samhljóða og án atkvæðagreiðslu ef ekki eru gerðar athugasemdir við það. Eru athugasemdir? Svo ekki og það verður þá bókað svo. Og við höfum þá lokið við að fara yfir þennan 7. dagskrárlið og förum þá venju samkvæmt næst yfir í þann 7. Þar liggur fyrir umsagnarbeiðni vegna rekstrarleyfis til sölu veitinga Beitarhúsið. En fyrir liggur umsagnarbeiðni frá sýslumanninum á Austurlandi vegna umsóknar rekstrarleyfi fyrir sölu veiting í flokki 2 að Beitarhúsinu Möðrudal. Umsækjandi Askja Kaffi EHF og forsvarsmaður Vilhjálmur Vernharðsson. Fyrir liggur jákvæð umsókn bingafulltrúa fyrir allt að 34 gesti, einnig jákvæð umsókn frá Heilbrigðiseftirliti Austurlands. Eftirfarandi tillaga lögð fram. Með vísan til 4. málsgreinar 10. greinar laga nr. 85/2007 veitingastaði, gististaði og skemmtanahald veitir bæjarstjórn jákvæða umsókn og staðfestir jafnframt að staðsetning staðar sem umsóknin lítur að sé innan þeirra marka sem reglur og skipulag sveitarfélagsins segir til Bæjarstjórn bendir á að eldvarnareftirlitið og vinnueftirlitið skila sínum umsóknum beint til sýslumanns. Nú, þetta tillagan og orðið laust. Einhver sem óskar eftir því að taka til máls undir þessum 7. lið?
Og ef að svo ekki, þá loka ég mælendaskránni og forseti gerir ráð fyrir því að þessi tillaga skoðist á samþykkt samhljóða hér í bæjarstjórn án atkvæðagreiðslu, nema ef athugasemdir eru gerðar við það. Eru einhverjar athugasemdir? Og svo ekki og það verður þá bókað svo. Við höfum þá lokið við að fara yfir þennan 7. lið og göngum þá næst til hins 8. En það sömuleiðis umsagnarbeiðni vegna rekstrarleyfis til sölu veitinga Fjallakaffi. En fyrir liggur umsagnarbeiðni frá sýslumanninum á Austurlandi vegna umsóknar rekstrarleyfi fyrir sölu veitinga í flokki 2 í Fjallakaffi Möðrudal. Umsækjandi Askja Kaffi ehf, forsvarsmaður Vilhjálmur Vernharðsson. Fyrir liggur jákvæð umsögn byggingafulltrúa fyrir alltaf 72 gesti. Einnig jákvæð umsögn frá Heilbrigðiseftirliti Austurlands. Og eftirfarandi tillaga því lögð fram með vísan til 4. málsgreinar 10. greinar laga nr. 85/2007 veitingastæði, gististaði og skemmtanahald veitir bæjarstjórn jákvæða umsögn og staðfestir jafnframt að staðsetning staðar sem umsögnin lítur að sé innan þeirra marka sem reglur og skipulag sveitarfélagsins segir til Bæjarstjórn bendir á að eldvarnareftirlitið og vinnueftirlitið skila sínum umsögnum beint til sýslumanns. Og þetta tillagan og orðið laust undir þessum 8. lið. Einhver sem óskar eftir því að taka til máls? Og ef að svo ekki, þá loka ég mælendaskrá og geri þá ráð fyrir því að þessi tillaga sem ég las hér áðan skoðist samþykkt samhljóða hér í bæjarstjórn án atkvæðagreiðslu nema framkomið athugasemdir við það. Gerir einhver athugasemd? Svo ekki og það verður þá bókað svo. Nú, við höfum þar með tæmt dagskrá þessa fundar. Ég vil þakka öllum þeim sem hafa fylgst með þessum margt sögulega fundi í bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs í útsendingu, en við munum nú rjúfa útsendinguna, en við munum ekki slíta fundi strax, heldur hlýða á skýrslu bæjarstjóra